Helgi Rúnar Bragason. Helgi, ánum við koma að verkefni Laugardalsins sem er vikaleikurinn. Þá gerðu þið nú góða ferð á Suðurnesin í þinn gamla heimabæ og áttu 2 hörkuleiki við Grindvíkinga þar sem að lönduðu sigri í seinni leiknum. Það hlýtur að hafa kitlað egóið allt í. Já, svo sannarlega. Þetta var svona það verkefni kannski sem að var svolítið einna spenntastu fyrir í vetur líka að það er að koma suður í minn heimabæ og fá að kljást við Grindvíkingana og það tókst bara mjög vel myndi ég segja. Þetta vel mannaða lið sem að Grindavík að við rauninni töpum fyrir leiknum bara á síðustu sekúndunum og tókum síðan seinni leikinn í framlengingu, bara hörkuleik og mikil gleði. Kann að vera að þessar erfiðu aðstæður sem að sköpuðust vegna fráfalls föður Ernu, kann að vera að þetta hafi haft svona líka áhrif á liðið á Laugardalinn og kannski bæði lið? Já, óneitanlega. Það var þessi vika bara mjög erfið fyrir okkur og Erna er bara stórkostlegur hluti af liðinu og verið það síðustu ár og leiðtogi liðsins í margar ára og þannig að þessi tíðindi settur náttúrulega svolítið strik í reikninginu okkur og okkar undirbúning og kannski það var vóþungt svona allavega til að byrja með og miklar tilfinningar í loftinu. Það var falleg bara athöfn fyrir leik og góð orð látið minnast honum Magnús Andra og svo líka það að sjá síðan Ernu í stúkunni og annað, þetta tók allt á og jú, ég veist ekki að það hafi haft einhver áhrif en ég er líka viss að inn á milli hafa að gefa okkur líka orku að hafa hana hjá okkur. En heldurðu þegar upp í staði, þú ert með þá ungt lið í höndunum, heldurðu að stelpurnar sjálfar hafi trú á því á sunnudeginum að þær myndu geta lagt í Grindavíkurliðið eða er sjálfstraustið það mikið að þetta kom kannski ekkert óvart? Nei, ég vissi það, þessi sigur kom okkur ekki óvart svona þegar maður sá hvernig fyrirleikurinn þróast. Við sáum það að við gátum allar sigra þetta lið og það var svona þessi kraftur sem líka við fengum í seinni leik, við þjöppum okkur vel saman bara eftir leikinn. Laugardagskvöldinu hittust við allar ásamt Ernu og áttu góða stund saman og við tölum það einmitt þá bara stelpur á morgun þegar Erna líka tilkynnti okkur að hún vildi bara vera með og taka þátt í þessu með okkur að þá myndum við fara og við myndum sækja sigur og það var ekkert annað í boði og við fórum það með fyrstu mínútu með leikliðina í fyrirrúmi og meðan það vantaði aðeins upp á það hjá hinu liðinu að okkur fannst og við nýttum okkur það svolítið. Stemningi var frekar okkar megin og þannig að ég hafði alla trú á og það komur ekkert óvart að við tækjum hennar sigur. Og komi mörgum samt óvart að svona ungt lið skildi halda samt út þegar þetta komið í framlengingu. Já, og jú, og þetta var nú eiginlega hálf skrítið allt saman. Ég held að yngsti leikmaðurinn okkar hafi spilað 10 mínútur í leiknum, tæplega 14 ára gömul og vill út af í svona framlengingu og annað. Þannig að ég held að það sýnir bara það að aldur segir ekki allt í þessu. Ef menn eru bara að æfa vel og eru tilbúnar í verkefnið og tilbúnar að leggja á sig fyrir liðið og taka þátt í þessu öllu og þá er allt hægt og það er það sem ég er svolítið að byggja með þetta lið. Við veitum að þetta er ungt lið og þá þýðir ekkert að tala við eða þjálfa þessar stelpur eins og það séu búin að vera einhver 10-20 ári í þessu. Það þarf bara svolítið að byggja upp sjálfstraustið og það er það sem ég er að gera fyrir þessar stelpur. Það er að fá fullt traust hjá mér og það er ekkert svekkelsi á mér ef einhvað klikkar. Það er bara brunni vörð, bæta upp þar og stoppa bara andstæðinginn og þannig vinnum við þetta og gerum það með bros og vör og gerum það saman og þá fer maður ótrúlega langt, eins og ég sagt áður. Og það er kannski nákvæmlega það sem að þið ætlið ykkur að gera núna á laugardaginn þegar úrvalsdeildarliðið Snæfells kemur í heimsókn í síðuskóla í 16. úrslitum bikarsins. Það verður erfitt. Já, það verður það og
En það þýðir ekki að hugsa það heldur. Maður þarf svolítið bara að nálgast verkefni á þann háttin að þetta bara dýrmæt reynsla sem við munum fá út úr þessu leik og við eigum reynilega að njóta þess bara að vera að fá að spila við svona leið sem keppa í efstu deildinni og hefur verið meistarar í hvað oft síðustu ára og við færast að þjálfara landsins Inga Þór með sér og við eigum bara að njóta þess. Við erum í skýrslu á laugardaginn, ég held að meðalaldurinn verði 19 ára gamall, þannig að við eigum bara allar að taka það út úr leiknum að koma inn í það með gleði, njóta þess að sviðið sig okkar og leggja sitt mörkum bara saman. Hvernig sem úrslitið var bara, við gerum þetta vel, gerum þetta með baráttu og það það sem ég get lofað, við munum sýna baráttu allan tíman og þá bara það allt í reynslubanka. Og það náttúrulega kannski ég var að fletta upp eða hugsa út í það af því að þú talar að það voru meistara, það eru meistara 3 ári í röð, 2014, 15 og 16. Þór var einu sinni Íslandsmeistari 1969, 71 og 75. Nei, 76. Þá varst þú bara að fæðast. Já, það meira þess að, já. Það það bara passar og það auðvitað alltaf langt síðan að við fengið að sjá slíkan árangur hjá Þór í kvennaboltanum og ekki komið bara tími hjá okkur í þessu frábæra samfélagi að fara að byggja upp kvennakörfuna og reyna að setja markið á það næstu árin að ná í eitt slíkan titill. Mér sýnist þú Helgi vera bara á fínni leið með þetta fósti og framtíðin allan björt og ég hlakka bara til að sjá þar á sama svið og úrvalsdeildinni. Já, ég væri mikið til að taka því verkin áfram og hver veit, við erum allan að fara vel af stað, við erum búin að vinna núna 3 af 5 og 4 af þessi leikjum eru útivelli, þannig að við erum heimavöllin eftir og stuðningsmenn sem að því fylgir og þannig að ég hlakka bara til á þessu verkefni sem er framöndan núna. Nú erum við að spila á laugardaginn og spilum 2 leikinn síðustu helgi og núna á laugardaginn og svo hefur við leik helgin eftir og við erum núna 4 heimaleiki í röð, þannig að við skulum bara nýta það vel og fáum stemningu í húsi og heimabæinn, Akureyri. Helgi, þetta eru fín lokkorð, ég segi bara gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.